En fyrst að þeim niðurstöðum sem sáttanefnd breytingar á fiskveiðistjórnarkerfinu skilaði af sér í dag. Allir stjórnmálaflokkar utan hreyfingarinnar eru sammála að fara svokallaða samningaleið sem felur í sér að allur kvóti verði innkallaður og svo úthlutað aftur til núverandi kvótahafa til alltaf 25 ára gegn leigugjaldi. Fulltrúar Sjálfstæðisflokksins og útvegsmanna í nefndinni hafa í dag lýst því yfir að svokölluð fyrningarleið sé úr sögunni og ríkisstjórnin gangi þar með bak orða sinna. Guðbjartur Hannesson, formaður nefndarinnar og ráðherra Samfylkingarinnar og Einar K. Guðfinnsson, fulltrúi Sjálfstæðisflokksins í nefndinni, eru sestir hjá Helga. Velkonir báðir tveir í Kastljós. Ég ætla bara að byrja að spyrja þig, Guðbjartur, að þú ert formaður þessar nefndar, þingmaður og ráðherra fyrir Samfylkinguna líka. Það er ekki hægt að skilja þetta öðruvísi með þessar niðurstöður þessar nefndar en að þið séuð fallin frá þessari fyrningarleið sem að bæði er í stjórnarsáttmálunum, hefur verið ítrekuð á flokksstjórnarfundur Samfylkingarinnar og í stefnuskrá Samfylkingarinnar ég held 10 ár. Ég held að verður að byrja, Helgi, á að skoða hvaða hópur var að skila. Það er starfshópur sem falið var að fara yfir þetta mál, skila álitamálum, greiningum og skýrslum til ráðherra, til frekari vinnslu og úrvinnslu, varðandi breytingar á stjórn fiskveiða. Það er það sem verkefni sem við fengum og það er verið að skila því þarna inn. Niðurstaðan er þannig að þessi hópur sem er skipaður fyrst og hagsmunaaðilum kemst að þeirri niðurstöðu að þeir telji að það er reyna að feta þessa auðlindaleið eða samningaleið sem kallað og sumir túlka það þannig að það sé þá verið að hverfa frá þeim markmiðum sem er í stjórnarsáttmálunum. Ég er ekki þeirra skoðun. En það er ekkert erfitt að túlka það þannig. Þið kvittið upp á þetta, þú ert formaður þessar nefndar, þeir eru að skila þessari skýrslu. Þetta verður ekkert skilið öðruvísi. Nei, ég meina þú túlkar það þannig en ég hef túlkað þetta þannig að í raunveruleikanum erum við að benda á að þetta verður hugsanlega leið til sátta. Ég lagði fram sjálfur sérstaklega að tilboðsleið þar sem er verið að farið í hefðbundna útfærslu eða réttara sagt nýja útfærslu á fyrningarleið eða innköllun aflaheimilda. Þær eru báðar í skýrslunni, þær eru báðar lagðar fram ásamt svokallari pottaleið sem er skipting á aflaheimildum. Þannig að allar þessar leiðir eru til umræðu áfram og verða skoðaðar þó að þarna sé niðurstaða frá þessum hópi. Það sem að ég held að menn verða að skoða að það á að vinna áfram með þetta. Það er alveg klárt frá öllum aðilum sem að þarna benda á að þetta sé ein leið út úr stöðunni, samningaleiðin, að það er háð skilyrðum frá öllum aðilum og það er til dæmis mjög skýrt í bókum frá okkur hvaða skilyrði við setjum. Það er ákveðin grundvallar atriði sem að við munum aldrei víkja frá í útfærslunni að þessu, sem er varðandi eignarhaldið, sem er að þetta sé leigu eða afnotaréttur frá ríkinu, það er ríki sem á þessu auðlind, og að sé að ræða gjaldtöku og síðasta lagi að gætt sér jafnræðis þar sem það felur ekki endilega í sér þessa fyrningarleið sem að þið nota bene voru kosin mörguleiti út af í síðustu kosningum. Fyrningarleiðin gengur út á það að koma öllum aflaheimildum í skjól. Við höfum nefnt 20 árin. Ja, það felst ekkit endilega í þessum orðum sem þið skrifum. Nei, ekkit öðruvísi en það að það er þá klárlega verið að ganga þannig frá því að það er ríkið sem á þessa heimild og úthlutar henni. En það er ekki þannig að hún úthlutar þess ekki sérstaklega bara til þeirra sem eru núna með heimildina. Við verðum svo að finna það út, samkvæmt þessari pottaskiptingu, hversu stór hluti fer til annarra nota og það er mjög sterk byggða sjónarmið í þessari skýrslu. En ég undirstrika að við erum að skila skýrslu, við erum að skila álitamálum, við erum að skila sem hópur til frekari vinnslu. Einar, þú ert ansi ákveðin í þínu áliti og þínum ummælum í dag að þetta sé niðurstaða sem að stjórnarflokkarnir geti ekkert hort framhjá. Það sé þessi niðurstaða sem að komist var að þarna í dag sem að felur það í sér einhvern veginn að ég leyfi mér að segja kerfið verði nokkurn veginn óbreytt utan þess að það verði ákveðin einhver afnotaréttur til einhvers lengri tíma. Sko, í fyrsta lagi þá er þetta niðurstaða. Þessi leið sem að við komumst að væri svo sem að við getum helst saminast er auðvitað niðurstaða og þá þýðir auðvitað það að einhver önnur leið er ekki niðurstaða. Og það er auðvitað það sem ég finnst skipta miklu máli að við höfum í huga og það er auðvitað það sem við erum að leggja hérna á borð með okkur. Hins vegar vil ég ekki gera neitt lítið úr þessum breytingum. Þetta eru breytingar sem fela það í sér að núna er verið að skilgreina afnotarétt til einhvers tiltekins tíma og í því felast auðvitað breytingar og það er verið að gera ráð fyrir því að það verið gerðir formlegir samningar milli útvegsmanna og ríkisins. Auðvitað er það eignin og auðlindin er hjá ríkinu, fulltrúa þjóðarinnar, en hins vegar er þá veiðirétturinn, afnotarétturinn hjá þeim sem að muni nýta. En byrju, það sem að vekur líka athygli við þessa leið
að það virðist eiga að innkalla kvótann til að úthluta honum aftur til sömu aðila. Með við þinn skilning á þessu, þá það nákvæmlega leiðin. Hver það munurinn á þessu? Jú, munurinn auðvitað felst í því, sérðu, að við erum að tala hér skilgreindan afnotarétt til tiltekins tíma. Þannig að mér finnst ekki að þetta sé tíminn til þess að vera að reykja sér einhvern veginn á kostnað annarra. Það sem ég bara einfaldlega að segja, við komumst hér að ákveðinni niðurstöðu og mér finnst það vera mikil tímamót í þessu erfiða deilumáli sem hefur svona vissan hátt stekið sjávarútveginn árum saman. Þá gerist það að fulltrúar allra hagsmunasamtaka hér bíl í sjávarútveginum og yfirgnæfandi hluta stjórnmálaflokkana kemst að sömu niðurstöðu það að fara til þennan leið í meginatriðum, síðan útfærslan eftir að nokkur leyti, en ég lít hins vegar þannig á að stjórnvöld hljóta að vera bundin af meginiðurstöðunum sem eru það að gera samninga til nokkur langs tíma með endurskoðunarrétt, með endurúthlutunarrétti og þar sem að síðan ákveðnu hluta varið til félagslegra, byggðarlegra, atvinnulegra þátta utan aflamarksins og ég tel að stjórnvöld geta ekki sagt síðan eftir á já, þetta eitthvað sem okkur líst ekki á, við ætlum ekki að gera þetta, vegna þess að stjórnvöld setti það í þennan farveg sem það núna að koma út. Nákvæmlega þetta sem að Einar að benda á, hann bendir á að þannig verið að úthluta þessum gæðum til 25 ára samkvæmt þessari leið sem að þú kvittar undir. Það endurskoðunar ákvæði sem að felur þá væntanlega í sér að það sé auðveldar að fá þetta leitt áfram en þessi 25 ár. Það sem hlýtur þá að vera stóra spurningin í þessu, að því það talað eitthvað auðlindagjald. Hvað á þetta auðlindagjald þá að vera? Ef útgerðin hefur ekki efni á að taka á sig þessa fyrningu eins og að gefa sterklega í skynni í þessari skýrslu, hvernig ætlar hann þá að borga auðlindagjald? Í fyrsta lagi þá þetta með 25 ár það tilbúin tala. Við erum með hér tímabil frá 10 upp í 20 ár og hámark 20 ár því við höfum verið að tala það. Þetta eitt af þeim atriðum sem bullandi ágreiningur og verður að vinna úr í framhaldinu. Því að ég tel að útiloka að þessi tími verði svona langur eins og hér nefndur. Í öðru lagi þá verið að tala pottaskiptingu sem þýðir það að það aflaútlutum í þessari hugmynd, við skulum taka þannig, að það sé útlutað til einhvers tíma með samningum til þeirra aðila sem að fá þann rétt. Og það háð fullt af skilyrðum sem að vera sett inn í það, meðal annars hver á og hversu mikið borgar og svo framvegis. Það eru ýmis form og það tekið til í skýrslunni. Ég var að spyrja ég ætla að fara að svara því. Það eru nefnd ýmsar aðferði við það hvernig hægt að taka þetta auðlindagjald. Það hægt að gera það með grunngjaldi og það raunar í báðum leiðunum. Það hægt að gera það með markaðsverði en það talað um auðlindarentu sem önnur tegund sem getur þá að mjög há. Verður hún ekki alltaf bundin því hvernig útgerðin stendur í það og það skiptir? Jú, en með mjög ströngum reglum hvað það má draga frá. Þar að segja að það þýðir það að það ekki þetta að telja hvað sem til útgjalda. Það byrjuð eins og útgerðin stendur í dag með það hvernig kemur fram í þessari skýrslu og hvernig útgerðarmenn tala sjálfir. Er það eitthvað líklegt að þeir hafi eitthvað til þess að fara að borga ríkinu? Já, það verður bókstaflega vera þannig og ég hef sagt að í rauninni á það að vera útgangspunktur þegar við erum að tala um að það sé þjóðareign á auðlindum, þá á það að vera útgangspunktur, hvort sem í auðlindinni sjávarútvegur eða sjávarauðlind eða öðrum auðlindum, að þú gangir út frá að borga ákveðið auðlindagjald. Síðan verður það Einar, ég ætla að spyrja þig Einar, með hvernig þessar tillögur eru uppsettar og hvernig það er verið að lýsa þessu hérna núna, má ekki segja að þið sjálfstæðismenn hafið unnið svolítið sigur í því hvernig þessi skýrsla kemur út? Ég hef ekki til að túlka það þannig. Nei, ég ætla að spyrja þig. Ég svariði þetta. Ég vil ekki túlka það þannig og ég vil ekki segja það að við höfum verið að vinna einhvern sigur og þeir hafa verið að tapa. Það bara einfaldlega þannig að við settumst niður og við ákváðum það að reyna að vinna þetta mál mjög opið. Og við hétum því öll í upphafi að reyna að gera það þannig. Við settum fram okkar megin sjónarmið, síðan letum við fara fram mjög vandaða, fræðilega vinnu fyrir okkur og á grundvelli hennar var það niðurstaðan að þetta væri það skynsamlegasta og frá sjónarhóli Guðbergs og þeirra fleiri var það einfaldlega svo að þau töldu að þessi leið væri líklegri til að ná þeim sáttum sem að líka var gert að atriði þegar var verið að leggja upp starf þessar nefndar. Ekki bara það að komast að einhverju niðurstöðu heldur, niðurstöðu sem fæli sig meiri sátt. Ég ætla aðeins að fá að bæta við, mig langar að koma aðeins inn í þessa auðlindagjaldsumræðu. En þess að hún skiptir máli og það auðvitað þannig að við getum auðvitað teiknað upp alls konar prósentur í því sem að sjávarútvegurinn ætti að borga í auðlindagjald en þá skulum við ekki gleyma því að það sem að verður þar til grundvallarlagt er það hversu vel sjávarútvegurinn muni ganga og það, eitt af því sem mun ráða miklu það er það til hversu langs tíma þessir fiskveiðiréttur verður. Ég fer ekki ofan að því að það á að hafa þetta leigutímabil eins langt eins og mögulegt er vegna þess að það mun draga úr óvissunni, það mun gera sjávarútveginn arðbærari og hagkvæmari og þá getur hann farið að borga þessi gjöld sem við erum að gera ráð fyrir að hann haldi áfram að borga. Hann er að borga auðlindagjald í dag. Finnst þér hann að borga meira? Ég tel að á þessari stundu ætti ekki að hækka auðlindagjaldið, ekki umfram það sem að menn hafa verið með. En það getur auðvitað komið að því að sjávarútvegurinn sé
í færum til að borga meira, en þá verður verðum að hafa það með í huga þá líka, að þá hlýtur það líka að eiga við aðra auðlindarnotkun í landinu, svo sem eins og orkuauðlindir. Ég ætla að fá, sko, að þið talið að þetta hafi verið kallaði til fræðingar og annað. Einn af þeim sem var kallaði til Jón Steinsson sem lagði til þessa tilboðsleið, hann kallar þessa leið sem að þið kvittið báðir undir þarna trójuhest. Hann segir að útgerðin greiði nú þegar málamynda auðlindagjald sem hafi í för með sér sterka hvata til að skuldsetja útgerðina í því skyni að segjast ekki hafa efni á auðlindagjaldi vegna þess að þetta veltu tengt. Svo gengur það svo langt að fullyrða að þið stjórnmálamenn séu nú þegar að gefa útgerðinni í landinu fyrir hönd þjóðarinnar 14 milljarða á ári með því að fara ekki hina leiðin. Mér finnst fræðimaðurinn að gæsalappa, Jón Steinsson, hafa verið algjörlega að gengisfella sig með þessum málflutningi. Ég las þessi skrifans og þau ollu mér miklum vonbrigðum vegna þess að hann hefur margt skynsamlegt skrifað í gegnum tíðina. Hann hefur ekki gert það á þessu sviði og það einfaldlega ekki rétt hjá honum að þetta sé einhver aðferð til blekkingar. Það sem við erum einfaldlega að gera er það að við erum að leggja til hugmyndir og leiðir sem við teljum að muni leiða til mestu hagkvæmninar í sjávarútveginum og þannig mun sjávarútvegurinn standa undir verðmætasköpuninni. Þannig fyrir hann að fjárfesta á, ekki gleyma einu. Sjávarútvegurinn hefur verið í hlutlausum gír eða bakkgír í hagkerfinu upp á síðkasti vegna þess að það hefur verið pólitísk óvissa í kringum hann. Ef að þetta verður niðurstaðan sem við erum að sjá hérna, þá ætla ég að fullyrða það að þeirri pólitísku óvissu líkur og þá fara menn að takast á við fjárfestingar. Núna er tækifæri, það er mikil fjárfestingaþörf í sjávarútveginum og það mun hafa mjög jákvæð og góð áhrif fyrir. Hvað segir þú það er ég sem kalla Jón Steinsson til vinnu og óska eftir því að hann gerir mat fyrir mig á skýrslunum sem við fengum frá Akureyri og frá Daðam og Kristófersinni sem fjalla afkomu sjávarútvegsins. Það er hann sem finnur út þetta með 14 milljarðana. Vísu gerir hann ráð fyrir að tilboðsleiðin muni skipta því á milli útgerðar og þjóðarinnar í 7+7. Þannig er hans útfærsla í þessum hugmyndum og það er leið sem að ég kom töluvert að vinna og ætla ekki að leyna því. Það er ekki það sem þú leggur til sjálfur? Nei, það breytir ekki því að það er tekið fram í niðurstöðunum líka að ég tel þá leið mjög vel færa og koma mjög vel til álita, en það sem við vorum að leita eftir ákveðnum sáttum þá tel ég að hinn sé möguleg og það ég að skoða það sem hvort að hún er fær, það er háð fullt af skilyrðum. Þetta kemur mjög skýrt fram í skýrslunni og sérstaklega í bókun okkar. Hefur þú, Guðbjartur, Mig langar aðeins að segja við þig að því að þú tala upphæðirnar að það sem Akureyringarnir tala líka er í sambandi við það hversu hátt auðlindagjald var hægt að leggja á, hversu mikið útgerðin var aflögufær með. Miðað við núverandi ástand, þeir nefna 20 krónur á þorskígildistonn, það er 10 milljarðar. Þannig að þetta er ekki spurning alveg bara spurning leiðir, þetta er spurningin hversu... En mér langar að spyrja það einu, því að það hefur líka heyrst í þingmönnum þíns flokks í dag. Hafðir þú fullt umboð til þess að ganga frá þessu máli eins og þú gerst frá því í dag frá þínum þingflokki? Nei, sko þetta er þannig að ég gerði bara mínum fulltrúum samflokksmönnum mínum grein fyrir því að ég var að skila niðurstöðu fyrir starfshóp sem fekk ákveðið verkefni og ég var að skila til ráðherra. Þannig að þau eru ekkert ábyrg fyrir þessari niðurstöðu, það er enga flokksstjórnarsamþykktir eða þingflokkssamþykktir á bakvið þessa niðurstöðu. Það var ekki lagt þannig upp. En það er alveg bullandi ágreiningur áfram ákveðinar útfærslur en það á auðvitað eftir að skoða bara betur. Það taka þeir við þessu og við eigum eftir að vinna betur úr því og þá sjá menn hvað verður skynsamlegast og besta leiðin og það er alveg komið skýrt fram líka í umræðuna þegar við erum að tala sátt við einar þá erum við að tala sátt við þetta borð. Það er stóra aðeil út í samfélaginu sem þjóðin öll sem hefur ákveðna skoðanir á þessu. Finnst þér komið til greina að greiða þjóðin greiða atkvæði? Ég hef sagt að ef okkur tekst ekki að feta þá leið að finna einhverja sáttarleið út úr því sem hér kemur fram og því sem í umræðinu út í samfélaginu, þá finnst mér það alveg koma til greina. Verður að klippa á þetta og eyða óvissu. Ríkisstjórnin, hún hafði frumkvæðið að því að fara þessa leið sem við erum að fara núna. Hún kallaði til á fundarborðinu fulltrúa allra stjórnmálaflokkana sem eiga setur rétt á þinginu, fulltrúa allra hagsmunaaðila, ég held að allar nokkura hagsmunaaðila í sjávarútvegi verið út undan í þeim efnum. Mér fannst það vera nokkuð djarft tiltæki. Ég átti ekki vona því að okkur tækist að ná sameiginlegri niðurstöðu. Ég tel að þess vegna hafi tekist mjög vel til og ég vil þakka Guðbjarti meðal annars fyrir góða forystu í nefndinni. Ég tel að þetta eigi að vera nægjanleg niðurstaða til þess að tryggja þessa sátt, þessa pólitísku breiðu. Þannig að svarið þitt er nei? Svarið mitt er nei. Já. En þá ætla ég að spyrja ykkur út í annað, því það kemur fram í þessari skýrslu nokkrar athyglisverðar upplýsingar varðandi það að það virðist vera sem að lögfræðingur í sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytinu hafi metið það þannig að ríkið hefði ekki lagaheimild til þess að innkalla kvóta fyrirtækja sem færu í þrot. Felst ekki nákvæmlega í þessum orðum að eignarrétturinn á þessum kvóta sem hefur verið rifist í þó nokkuð langan tíma er orðin annar staðar en hjá ríkinu vegna meðal annars veðsetningar? Má ég koma að segja þessu? Sko, það sem þarna hefur verið að segja er einfaldlega þetta að þegar ef að fyrirtæki fer í þrot þá er það auðvitað hagsmunir búsins, þrotabúsins sem að hljóta að ríkja
og þar verður bústjórinn hverju sinni að reyna að hámarka það verðmæti sem að færa út úr búinu með því að selja eignirnar og hann hefur ekkit einhliða í þessu felst þetta hefur verið stórt mál í umræðunum kvótan alveg bara síðan bara löngu áður og ég fættist næstu því að það væri ekki hægt að veðsetja kvóta. Felst ekki í þessu að kvótinn er þar með orðin eign búsins og þar með orðin veðhæfur sem hefur verið rifist upp. Fiskveiðiréttur hefur auðvitað í eðli sínu verðmæti. Þannig að hann er ávísun á það að þú mátt fara að veiða. En hins vegar er það þannig að veðandlagið er ekki bara kvótinn, veðandlagið verður að vera kvóti og skip en hins vegar leiðir það eðli máls eftir því sem að fiskveiðirétturinn er meiri, þeim mun verðmætari er hann, alveg eins og þegar þetta á bara við hús eða hvaða eign sem þú átt ef framlegir hana. Munum menn samkvæmt þessari nýju leið, munum menn áfram geta veðsettan með þessum hætti? Já, sko fiskveiðirétturinn er í sjálfu sér verðmæti vegna þess að hann er ávísun á það að mega veiða, en þannig ég sé ekki að það breytist í stórum dráttum. Telur þú, Guðbjartur, að þessi leið sé til þess fallin að koma til móts við það sem að koma frá mannréttindanefnd Sameinuðu þjóðanna? Að hluta til já, það er að segja það sem já við er að sko, við höfum verið að reyna að greina það hvað þarf að gera til þess að koma til móts við það og ég held að eitt af því sem verður að breytast sem að var gagnrýnt mjög á mannréttindanefndinni það er að úthlutun á þjóðareign í þess tilfelli kvótanum var í gegnum útgerðina sjálfa. Þeir hafa verið með framsal leigu aflamarks innan ársins og þeir hafa fénýtt í raunveruleikanum auðlind þjóðarinnar og ég tel það vera algjört grundvallaratriði að þessu verið breytt og það kemur líka fram í þessari skýrslu frá okkur að það sé eina forsendurum til þess að einhverju samningar geta náðst þetta og það gildir það sama líka og það er eitt af þessum atriðum sem verður að vera í lagi það er að þar sem er verið að útluta einhverjum viðbótarheimildum eða nýjungum eða taka inn einhverja nýjum tegundum eða öðru slíku og þá verður að gæta jafnræðis sem allir eiga möguleika á að koma að. Það er annað útilokað að mínum að þurfum að slá botnin í þetta hérna en ég þakka ykkur báðum kærlega fyrir komuna í Kastljós.